Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða fjárlög sem frumvarpið var lagt fram í síðustu viku snemma og svona hægt og bítandi að koma fram svona skýrari gagnrýni á fjárlögin og grundvöll þeirra, ekki síst frá verkalýðshreyfingunni og hingað eru komnir tvær forystukonur úr verkalýðshreyfingunni. Það Sonja Þorbjörnsdóttir sem er formaður BSRB og Halla Gunnarsdóttir sem er formaður VR. Velkomnar. Takk fyrir. Við veist það svona þungi í gagnrýni verkalýðshreyfingarna á þessu fjárlög, ekki síst að svona fjármögnun sótt í það að skerða réttindi launafólks, bæði til atvinnuleysisbóta og svo sótt inn í lífeyrissjóðina. Ekki verið að sækja peninga til þeirra sem eru aflögufærir, heldur verið að sækja peninga til þeirra sem eru síst aflögufærir? Já, ég held að einhverju myndu allavega svara því að það auðvitað verið að breyta viðgjöldunum eins og frækt var hérna fyrir sumarfrí. En það auðvitað þannig að sko vaxtagjöldin eru stærsti útgjaldaliðurinn hjá ríkissjóði, þannig að það auðvitað skiljanlegt að þurfa að bregðast við, en við höfum auðvitað hins vegar sagt að til þess að bregðast við þeirri stöðu og þá að fara í tekjuöflun en ekki aðhaldsaðgerðir. Það að einhver leyti verið að fara í tekjuöflun, en það sem að svona líka við horfum út frá sko óbreyttu vaxtastigi og sem bara viðbragð við þenslu, að þá alveg ljóst að það hérna fólk sem bara hefur það býsna gott. Það var ekki þensla, það var samdráttur í fyrra og það verður samdráttur þessu ári. Það þessi þensla. En það náttúrulega einhverjir sem að neyslan mikil sem að hafa áhrif og þess vegna Seðlabankinn að bregðast svona við. Og þá auðvitað höfum við verið að benda á móti að taka aftur upp hugmyndir stóreignaskatt og kannski að framlengja eins og skatta á fyrirtæki sem á bara að vera út þetta ár. Þannig, já, kannski stuttasvarið bara við höfum viljað sjá að það væri gengið lengra í svona jafnaðarhugmyndum. Sóttar tekjur, þá skattar til þeirra sem hafa mesta tekjur. Já. Halla? Já, það þetta svona tvennt sem við höfum helst verið að vekja athygli á. Það annars vegar þessi stytting á atvinnuleysisbótatímabilinu og hins vegar það að núlla jöfnunarframlagi til lífeyrissjóða. Og þannig verið að sækja mjög mikla fjármuni inn í réttindakerfi launafólks til þess að greiða fyrir einhver aðra þætti í rekstri ríkisins. Og maður myndi nú kannski ekki halda að þetta væri breiðustu bökin, atvinnulausir og og allir lífeyrisþegar sem í rauninni verið að ganga í vasana hjá. Og það sem kannski líka sláandi þetta samráðsleysi sem að einkennir þessi stjórnvöld. Og það nánast eins og það hafi ekkert gerst sko fyrir þeirra tíð. Það veit enginn af starfshópum sem voru starfandi eða verkefnum sem voru í gangi. Það bara byrjað upp á nýtt í öllu og byrjaði ákvörðun og síðan samráðið. Og þetta algjörlega á skjön við leikreglur á íslensku vinnumarkaði, þar sem að mál sem varða vinnumarkaðin yfirleitt tekin til ákvörðunar í samráði við vinnumarkaðin. Þannig að mér finnst þetta mikið ágefni. Síðan það svo, ég nú mikil áhuga konu niðurskurðarstefnu og gagnsleysi hennar til þess að takast á við fjármál ríkisins og hún í grunninn þríþætt. Það í fyrsta lagi að skera niður opinber útgjöld með tilheyrandi einkavæðingu og gjaldtöku og öðru slíku. Í öðru lagi hávaxtastefna, að nota háa stýrivexti til þess að pína fólk og í þriðja lagi niðurbrot á réttindum launafólks. Og nú erum við farin að tikka í öll þessi þrjú box og þetta vondstefna. Hún virkar ekki hagfræðilega séð. Þetta pólitísk hugmyndafræði sem á endanum leiðir til ójöfnuðar, niðurbrots og samfélögum og bara uppgangs öfgafullrar pólitískar hugmyndafræði. Þannig að ég hef sagt að það algjörlega ástæða að staldra við og endur meta þetta. Fyrir hvernig verið að skera niður, halda vöxtum háum og að þrengja réttindur launafólks? Já, þú veist, auðvitað náttúrulega hagsmunarafl í íslensku þjóðfélagi sem finnst allt þetta sem góð hugmynd, sko. Og en í grunninn náttúrulega bara verið að reyna að fara eftir einhverjum undarlegum kenningarama og meiri séu sko, ég held að hún varaseðlabankastjóri, rís allt í hennu upp daginn og fyrir að tala að
kjarasamningsbundnu launahækkanirnar í fyrra hafi valdið svo ofboðslega miklum erfiðleikum að þess að verið stýrivextir að verða háir. Þetta voru sko samningar sem voru gerðir eftir forskrift Seðlabankans. Bara eftir forskrift hans. Og þvert að það sem Seðlabankastjóri hefur sjálfur sagt, sko. Akkurat. Bara nýla á fundið sem við vorum hann á húsnæðisfundið inn á. Akkurat. Þannig að það er algjörlega, það reynda fór hann að tala um að launahækkanir héldu uppi verðbólgunni af því að fólk ætti svo mikið pening til að kaupa sér hús. Já. Og maður sko, maður missir algjörlega andlitið frammi fyrir svona röksamdafærslu. Það er svolítið háskalegt ef að við erum að hlusta á Seðlabankastjóra sem hefur gríðarlegt vald bara lífskjör fólks. Ef að þú situr þarna úti í sal, formaður AFR, og skilur ekki hvað maður er að segja. Já, ég skil hvað hann er að segja, en ég bara er benda á að það sem hann er að segja er algjörlega fráleitt. Og heldur engu vatni, sko. Og það finnst mér vera með þessa stefnu alla saman. Og þessar aðhaldsaðgerðir núna til þess að ná niður ríkisútgjöldum í vonum einhvern veginn að þá fari vexti niður og útgjöldin verði minni og eitthvað slíkt. Ég myndi vilja sjá bara evidensuna fyrir því að þetta er að virka. Því að það er búið að skrifa mjög margar lærðar bækur og ekki af einhverju fólki sem er lengst til vinstri einhverstaðar á hennu fræðilega litrófi það bara að þessi stefna, hún virkar ekki og hún gerir hið þveröfuga. Hún leiðir til stöðnunar, jafnvel samdráttar, verri lífsskilyrða og aukins ójöfnuðar. En nú hefur kannski margir haft væntingar að þessi ríkisstjórn myndi svona sveigja braut, þarna kemur ný efnahagsstefna. Þú sérstaklega, kannski þú líka, ég veit ekki, er alltaf fram að það sé ekki í þessu fjárlögum. Nei. Það er bara same old, eins og sagtir. Við vorum að heimsækja kollega okkar á samtök launafólks og opinberu vinnumarkað á Norðurlöndunum í síðustu viku og þá voru þau að ræða mjög mikið þetta, vitum við hvernig stjórnvöld eru í Svíþjóð og Finnlandi en eru svo sem sósíaldemókratar í Noregi. En þá var sko þetta að það væri bara viðtekið viðhorf og svona bara stefnubreiting, alveg sama hverju væri við völd og líka þó það væri jafnaðarmannaflokkar, að það er einhvern veginn alltaf verið að umgangast ríkið og tala stjórnvöld, ríki og sveitarfélög eins og þeirra markmiði að vera þau sömu eins og einkafyrirtækjum. Þetta er allt orðfæri að borða við skilvirkni og einhvern veginn allt að gerast hraðar og það kom einhver með dæmið þarna og sagði, ég segi oft við ríkisstjórnina en minna viltu láta symfóníuhljómsveitina spila á tvöföldur hraða, hver er útkoman og og hver eru markmið raunverulega með almannaþjónustunni. Eru þetta lykilorðin sem við viljum tengja við það? Og svo þetta hlustaði á stefnuræðu forseta og hún er svo sem búin að segja nokkru viðtölum í kring að sko lykilorðið hennar er tiltekt. Og ég saknaði svo að við séum ekki, menn að því aðdraganda kosninga þá sá alveg skýrt hvar hugur fólks lá í þessum efnum. Við vorum að tala um heilbrigðiskerfi, við vorum að tala um menntakerfi, við erum búin að segja það margoft ástæðan fyrir því að það er svona hvað maður segja, samheldni, félagslega samheldni er að minnka og bara verri staða félagslega er vegna þess að innviðnir hafa verið markviss veiktir í gegnum tíðina og það hefur ekki verið byggt aftur upp og þá, þú veist, það eru þetta hægt að sýna ábyrgð og bregðast við stöðu ríkissjóðs án þess að markmiðið sé alltaf bara að horfa á einhvern veginn þetta sem útgjöld og við höfum ofta rætt Marjónu Mazzucato við rauða borðið að stjórnvöld eigi sko að setja sér markmið hvert þau vilja stefna og finna leiðina að því og ég meina þess að bara eins og skýrslu Ríkisendurskoðunar varðandi heilbrigðisþjónustuna að sko mönnunin á Landspítala og heilbrigðisstofnunum hún fer eftir því hvað peningar fást en ekki hvað þarf að gera og þá hugsa maður hvernig er þá stóra samspilið varandi þá þjónustu sem þarf á hverjum tíma eða fólk sem bara getur ekki unnið það því að það fær ekki þjónustuna og þar fram eftir götunum. Þannig að það mér finnst miður hvað við höfum einhvern veginn farið að leið að því að svo auðvitað það líka þannig að við vitum svona almennt að Íslendingar vilja aukin jöfnuð, þeim þykir vænt þessi kerfi okkar og vilja styrkja þau. En kannski minna vegna þess að kerfin eru að virka verr. Já, og hafa bara minni trú á því og þá þú veist, er hætt við að það verða komnar einhverja töfralausnir sem munu alltaf ýta undir ójöfnuð. En ég myndi á móti að þá samt virðist fólk líka svona laðast að þessari hugmyndafræði. Að vera alltaf að tala um þetta eins og svona fyrirtækjarekstur og það þarf einhvern veginn bara alltaf að skera niður og taka til.
sem miðst ekki að vera þau lykilorð sem einkenna almannaþjónustuna sem við reyðum okkur á alla daga. Hefur ekki hægri bara unnið umræðuna og ef þú vilt láta taka markaður þá verður að tala út frá svona sjónarmiðum nýfrjálshyggjunnar? Og breyta bara orðræðinu og fara að tala skilvirkni og einhverju álíka lykil. Fyrir að lýsa því að nú verður ríkisstjórn bara gleymst inn í þann helli og talar bara eins og áður að tala. Þetta fyrirtæki, ég tek alveg undir með Sonju, þetta fyrirtæki rekst að tala náttúrulega algjörlega óþorlandi og þetta var nú frækt í Bandaríkjunum þegar Elon Musk mætti inn í stjórnarráðið alltaf að hjálpa þeim að skera niður. Það sem hún tókst helst að skera niður var þróunaraðstoð. Það voru stóru peningarnir. Og það er það sama, alltaf þegar viðskiptaráð kemur og segja öllum upp og maður spyr hvaða störf, segja hvaða störf og segja og það var eitthvað að segja, eitthvað í utanríkisþjónustu eða þú veist, það er ekki svör Já, það er bara einu færi bílstjóri og eitthvað slíkt og þessi störf sem að fólki Sonju vinnur sem að og stundum verði alveg vörfið þá tilneyingu hjá þeim sem eru svona almennu markaði að finnast þau störfu eitthvað ofhaldinn og það meginn alveg skera niður og sé fyturlag þar og eitthvað slíkt. Við búum til fjármuni þið eigið þeim. En staðreyndin svo að þessi störf eru líka algjörlega undirstaða okkar starfa og þau eru og það eru margir sem halda að þetta skera niður á ríkinu og það finna enginn fyrir því. En hvað er það sem fer fyrst? Það er heilbrigðisþjónustunni í nærumhverfinu. Það er stuðningurinn í skólanum, það er mönnunin á leikskólanum. Þetta er það sem fer fyrst. Þannig að þegar fólk fagnar einhverju svona aðhaldi, þá myndi ég alltaf stíga varlega til jarðar og segja, já og svo náttúrulega gjaldtakan, svo eykst hún. Og nú eins og greining BSIB sýndi fram á að fara að auka gjaldtöku í heilsugæslunni sem var búin að vera markviss stefna. Þannig að þú spyrir breytir þessi ríkisstjórnin kúrs. Ég er svona kortur í að lýsa því yfir að hún sé verri í efnahagsmálum heldur en fyrir ríkisstjórn. Hún hún gengur lengra í enda sett hún sér það sérstaka markmið að ná hallalausum fjárlögum ári fyrr og það er valla til svona nýfrjálshyggjulegra markmið heldur en að fókusera á fjárlagahalla. Þannig að ég held að hún sé á mjög hallabraut. Fjárlagahalla með án þess að hækka tekjur, það er náttúrulega sérstaklega nýfrjálshyggjulegt. Já, líka bara þetta fixation á fjárlagahalla er bara svolítið undarlegt. Þá ertu farin að nálgast fjármál ríkisins eins og bara heimilisbókhaldið þitt. Og fjármál ríkisins eru ekki eins og heimilisbókhaldið þitt. Ríki getur prenta peninga, ríki getur náði peninga, þetta er allt annars konar lögmál. Varðandi tiltektina, þá er það þannig að við getum talað við opinbera starfsmenn og þeir myndu segja já, auðvitað er hægt að fara betur með fé. Og auðvitað er það þannig. Það er ekki eins og núverandi opinber rekstur sé bara eins og hann verði allra bestur. Það er ekki þannig. Þeir eru búin að vera sjálfsagt markmið að taka aðeins til og endurskoða hvort að við eigum að eyða peningunum í þetta eða hitt og er þetta ekki bara eðlilegt svona hlutverk í stjórnvalda að vera í linnulausri tildekt eins og hinn hagsýna húsmóður. Þeir eru náttúrulega búin að vera að taka til í sem maður halda áfram með þetta orðfæri í núna yfir 20 ár. Ég meina fyrst eru við með hrunið og bara brjálaða niðurskurð þá og svo eru við búin að vera aðhaldskröfur síðan. Og líka fyrir hrunið. Já, og líka fyrir hrunið, já. En þú veist, það var náttúrulega svona stóri, ég meina frá þeim tíma þá lýsir okkar fólk því bara hvað það er að hlaupa mikið hraðar og að því ég meina ég áttam á því að ég er í forsvari fyrir þennan hóp sem vinnur hjá ríki og sveitarfélögum en auðvitað snýst þetta líka lífskjör almennings í víðum skilningi og það er hagsmunabarátta launafólks í þessum efnum. Þannig að ef þú ert með fólk sem er að vinna sér til húðar og jafnvel mitt konur 50 ára eldri fara á örorku eins og er nýbúið að koma í skýrslu TR eða þú ert með stóra, þú veist, einmitt svo ég noti annað orð sem að sóun í kerfinu sem nú ekki eitthvað svona megin markmið okkar hálfu að bregðast við en er mikilvægt að gera hverju sinni, þá er það mannekla, það er atgerðisflótti, það er starfsmannavelta, það er veikindafjárvera. En hér er látið eins og aðalvandinn þegar kemur að mannauði ríkisins sé að það sé svo erfitt að reka þá og það þurfa að breyta reglum þarum og það þurfa bara einhvern veginn að rívampa þetta kerfi að það enginn sé að nýta þetta og það bara virðist enginn taka því þegar við erum að benda á sérfræðingar á þessu sviði að segja að það eru fullar heimildir
innan núverandi lagaramma til þess að bregðast við að fólk ekki að standa sig. Þetta þá miklu frekar stjórnunarvandi og það sjáum við þetta líka af þeim málum sem að koma inn á borð til okkar að stjórnundur ekki að nýta þetta. En óháð því, þú veist, að þú myndir lappin á hvaða vinnustað sem hjá ríkinu og þá auðvitað að því við verðum að hafa í huga, þú erum opinbera starfsmenn, mesti fjöldin að vinna í heilbrigðiskerfinu, svo erum við með menntageirann og við erum með félagsþjónustu, þannig að við erum með þessar starfsstéttir sem að við erum vel að bara dáumstað alla jafna, en þegar að tala opinbera starfsmenn þá verðast allir sjá fyrir sér einhvern með olnbogabætur á jakkanum sitjandi og nagandi blýant. Embættismenn, þannig var til þess myndskreiting í Viðskiptablaðinu í gær, það var óþekkti embættismaðurinn sem niðri við Tjörn og komið hellingur á þeim sem voru eiginlega að ráðast á stjórnarráðið. Það var svona hugmyndum að það verið svona embættismenn með olnbogabætur og nagandi blýanta sem að verið að kaffæra okkur. Já, sko svona hvað maður að segja, hefðbundin opinber starfsmaður eða starfsmaður ríkis og sveitafélaga einhver sem yfirleitt í líkamlegum störfum, af því þú eru heilbrigðisþjónustu eða umönnun barna eða aldraðra eða álíka og þetta eru þeir hópar á vinnumarkaði sem að búa eitthvað mest álag og mest veikindafjárvera hjá. Þannig að þetta einhvern veginn rýmar ekki alveg að vera einhvern veginn að mála alltaf upp þessa mynd að því að þetta sé svo aðeinslega rólegt og gott líf og þau séu svo óavalin á kjörunum sínum að þeir líka þar fyrir utan. Við höfum auðvitað fullt af félagsfólki sem að starfa síðan innan stofnana ríkisins og stjórnarráðsins og þú veist, smæð landsins gerir það auðvitað verkum og það eru mjög fáir að vinna, þú veist, mjög mikil verkefni, þú veist, ef maður ber þetta saman eins og hinn Norrlöndin, þá ætturum vel að vera miklu fleiri til þess að geta unnið við sambærileg verkefni, sko, sem tengir stjórnsýslu ríkis og sveitafélaga. Halla, opinberir starfsmenni með meiri réttindi á sínu vinnustað heldur en fólk á almennum markaði? Já, þeir eru það. Og eru þið til í að verja að þau hafi umfram réttindi á við ykkur? Ég tel að ég jafna réttindin upp á við, ekki niður á við. Og það er fleiri en ráðningaverndin, það er aðra hluti líka. Ráðningavernd á almennu vinnumarka á Íslandi mjög léleg, hún það. Og ég finn það á mínu erlenda félagsfólki sem kemur til starfa á Íslandi að þau bara botna ekkert í þessu. Bara segja mér upp fyrirvaralaust og án þess að einhvern veginn ég fái nokkur öndur reist og valla skýringar, sko. Og jú, getur farið fram og eitthvað svona að fá að vita en ráðningaverndin mjög veik. Díllinn þar á móti hefur verið góður atvinnuleysistryggingar. Tekjutengdar, grípa þig og eiga virka. En nú eru stjórnvöld að ráðast að því. Og þá spurning, sko, eigum við þá að fara að reyna að krefjast ríkari ráðningaverndar sem að ég held að geta alveg komið til greina. En ég myndi aldrei geta kvittað upp á vinnubrögð stjórnvalda sem að búða verkalýðshreyfinguna fund hvort sem að það fulltrúar hins opinbera eða almenna markaðarins tilkynnaðum ákvörðun og kallaða samráð. Þetta ekki hægt. Já, og þarna líka sko sameild með þessu styttingu atvinnuleysistryggingatímabilinu og afnám uppsagnarnefndar og svo líka varðandi jöfnunarframlagið og víxlverkunina ekki bara samráðsleysið heldur sko sérstaklega varðandi atvinnuleysistryggingar og afnám áminningar þetta að það einhvern veginn verið að horfa og þú orðar þetta held ég grein sko eins og refsistefna, þú veist að horfa fyrst eða nálgast málið þaðan í staðin fyrir að sjá sko hver eru markmiðin og hvernig ætlar að betrumbæta þetta og varðandi atvinnuleysistryggingarnar þá hengum við nú þarna í nefndi, ég man ekki hvort það voru 18 mánuðir eða næstu 2 ár þar sem vorum að reyna að benda á það að Vinnumálastofnun ekki að gera nóg til þess að grípa utan fólk sem í þessum aðstæðum. Það ótrúlega þungbært að vera svona lengi atvinnulaus og hefur gríðarlega neikvæð áhrif á andlega líðan og getur bara komið líka niður á líkamlegri heilsu. Okkur ber sem samfélag að styðja við þennan hóp. Ég meina við höfum komið á fót virk og það hafi þetta verið einhver úrræði hjá Vinnumálastofnun en það bara ljóst úr að vera svona langtíma atvinnuleysi að það mun erfiðara fyrir það að komast aftur inn og í talinu ekki kominu við einhvern ákveðin aldur að það bara aldursmismun á vinnumarkaði og þá þurfa að styðja betur fólk hvort sem að það með námstækifæri með öðrum hætti og þau hafa brugðist okkar mati þessum hópi og þá ekki fyrsta skrefið að fara að taka af þeim tekjumöguleikana með því að stytta atvinnuleysistryggingatímabilið. Að því þá þýðir raunverulega bara þau eru að fara á sveitarfélögin sem nánast engin peningur til þess að framfara sjálfum sér að fjölskyldunni. En þetta ekki samningsbundið lengd atvinnuleysitímabilsins, verður ekki lengt þarna eftir hrun?
og hefur síðan í einhverjum áföngum verið að stytta þetta. Þannig það ekki þannig að þessi verið að brjóta á eitthvað samninga, ekki heldur framlagið inn í lífeyrissjóðuna. Það var ekki samningsbundið. Atvinnuleysistryggingasjóður var náttúrulega komið á eða atvinnuleysistryggingum eftir en ekki lengdin sem getur verið. Nei, en ég ætla að segja þessa sögu því hún mikilvæg. Ég meina, því komið á eftir harði vítu verkföll hérna, til margra vikna, því man ekki hvað aðildafélag ASÍ stóð fyrir. Þetta ekki 56 verkfalli þess að Gvendur Jaki lyfti tunnunu upp á vörubílinn? Já, ég tek því. Og þetta var í höndum aðila vinnumarkaðarins og síðan fer þetta yfir til ríkisins og þá eins og þú segir að þá varðandi alla þessar hvað maður segja, stofnanir sem hefur verið að koma upp sem að tengjast vinnumarkaðarinn, menn það er skerðing í fæðingarorlofssjóði eftir hrunið, það er verið að bregðast við og reynda mjög góð viðbrögð þessi hlutarétturinn varðandi atvinnuleysistryggingar í gegnum hrunið, þannig að þú verður að minnka starfshlutfalli fyrir að segja fólki upp og það er dæmi markmið sem hefur tekist vel og hún er líka manneskileg. En eins og þetta atriði, það er mjög lítið atvinnuleysi á Íslandi og þetta beraði saman við Norðurlönd og segir það miklu styttra tímabil þar og bæði það sem að Halla er að segja, það er bara allt öðruvísi kerfi þar. Ég meina í Svíþjóð gildir sú regla að síðasta manneskjan til þess að vera ráðin og að vera fyrst til þess að fara þegar það eru uppsagnir. Það eru miklu stífar reglur og það er enginn að fetta fingur út eða þar. Af því það þykir bara eðlilegt, af því það vita allir sem og allar rannsóknir sýna það að missa starf er áfall, það hefur gríðarlega áhrif á þig og þess vegna þarftu einhvern veginn að bregðast við því með kerfinu í kring og gera það manneskilega. Það sem ég átti við með þessu að þetta er ekki í samningum og þar lendi hafið þið raunverulega að fá tækifæri til að bregðast við þessu. Þetta er ekki brot á samningum. Þetta er ekki brot á kjarasamningum en það var jöfnunarframlagi var gert samkomulag milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins hvernig því ætti að vera háttað. En þarna bara klippir ríkið einhliða á það og þetta er ríkið með fjárlögin. Og fjárlögin eru náttúrulega bara sett hverju ári þannig að þegar það kemur að fjárlega liðum þá geta þau gert þetta. Þess vegna er mörguleiti bagalegt að atvinnuleysistryggingasjóður og fæðingarorlofssjóður að þeim hafi bara verið sópað inn í ríkissjóð og svo getur ríkið bara útdeilt eftir eigin hendurleika og það er ekki gott kerfi. Þannig að það var samkomulag jöfnunarframlagið og það er verið að rjúfa það einhliða en þetta er ekki mál sem við getum farið í verkfall yfir, við höfum ekki heimildir til þess. Þið litið á þetta sé svik stjórnvalda gagnvart verkalýðshreyfingunni? Já, sjálfsögðu. Það ganga bak orða sinna. Og ég held að ríkisstjórnin verður bara að velta því fyrir sér, vill hún vera í samvinnu og samráði við verkalýðshreyfinguna eða allar hann að gera hlutina bara einhliða og þó við sem ekki fara í verkfall þá höfum við nú ýmist tæki og tól til þess að koma okkar áherslum á framfæri. Ég meina þú veist alveg líka að það skiptir pólitíkina máli hvert viðhorf almennings til þeirra. Við erum raunverulega fulltrúar alls launafólks ef við tökum okkur saman eins og við höfum yfirleitt gert í öllum þessum stórum málum. Og þetta skiptir fólk máli og þetta þegar að koma svo fjárlög og það er verið að ræða mjög fjölbreytta hluti að þá er það okkar hlutverk að benda á það sem er ekki að fara eftir þeim hætti sem við viljum. En ég hef áhyggjur af því að þegar maður sér það bara á sögu verkalýðshreyfingarinnar að ýmist er gott samtal og samráð við ríkisstjórnir og stundum er þetta bara varnarbarátta og það er svo mikið sóun og það væri svo miður ef að tíminn okkar væri bara að fara í varnarbaráttu núna framundan. Er það óbreytt stefna að hún leiði til niðurbrots á grunnkerfi samfélagsins og hnignunar innviða sem að leiðir að sér pólitíska upplausn? Hvað þá verið varst að segja? Og við erum náttúrulega á tíma þar sem við erum að horfa á pólitíska upplausn í öllum okkar innfluta. Telur þú eða þið að það að breytumstefnu sé, ég veit ekki hvernig þetta orða, bara öryggisstefna, að tryggja það að hér verði friður í samfélaginu, að þá verðum við að fara á þessar stefnu því að óbreyttu að þá munum við kalla yfir okkur eða þá upplausn sem við getum séð í mörgum löndum í kringum okkur. Ég tel að minnstu kosti þetta sem mikill hættuleikur og við sjáum það alveg núna, það byrja að kenna útlendingum það sé þeim að kenna hvað þetta sé erfitt og alla því að tala ekki íslensku og svo er skorið niður framleiði til þess að kenna þeim íslensku og það hingað til hefur almenningur Ísland ekki verið innkeyptur fyrir svona málflutningi en þegar að svona meginstraum stjórnmálin fór að taka hann upp þá breyttist það og fólk er einhvern veginn tilbúnara í þessa umræðu
og meira þeir sem eru sko með færri útlendingi í kringu sig. Það vist alveg líka svona fylgni þar á milli sko. Og það er svo könnunum sem komið daginn sem að sko fólk sem býr sko utan Reykjavíkur reiðara yfir byggingum í Reykjavík án bílastæða en fólk sem býr í Reykjavík á svæðunum þar sem vantar bílastæðin. Þetta er mjög merkilegt. En þetta á svolítið við útlendingana líka. Fólk er svona reiðara yfir þeim sem er minni í kringum þá, eða semst minni í kringum fólk. Og við sáum ég er bara ennþá með bara kalt vatn á bakinu eftir að hafa fylgst með þessum mótmælum í Bretlandi sem mæta 110-150 manns að myndanum að dæma að stofnunum til kallar, hvíti kallar með enska fánan, þú veist, sumir með braska, margir með enska. Fylgjast með Tommy Robinson. Veifandi honum, eitt ríkasti maður heims að ávarpa hópinn í gegnum einhvern búnað og segja sko við fólk í öðru landi en sínu eigin að nú sé komin tíma stjórnarskipti í þessu landi og og ef að þau verða ekki með friðsamlegum hætti þá verða þau með ófriðsamlegum hætti. Og þú veist, og þetta er sko maður sem á brjálæðislega fjármuni og í gegnum þá gríðarlega áhrif. Þannig að lýðræðið stendur bara veikt, andspæni svona rugli sko. Þannig að mér finnst þetta mjög hættulega leikur. Það er að búa til efnahagslegt óöryggi og efnahagslega óánægju hjá fólki í einu af ríkustu löndum í heimi. Bara til þess að framfylgja einhverju ideológíu, þá geta þetta hæglega orðið afleiðingarnar. Og niðurskurðin leiðir til þess að fólk upplifir það að kerfin sé ekki að þjóna mér. Ég er bara á einhverjum biðröðum eftir heilbrigðisþjónustu og ég fæ engan stuðning og óréttlætið í samfélaginu bara eykst. Já, sko náttúrulega íktasta myndin af þessu, þú veist, er auðvitað það sem gerist er að hinir ofsa ríku verða ríkari og millistéttin minnkar, þú veist, og fólk sem áður átt að geta haft það bara fínt, hefur það ekki fínt og bara mjög slæmt. Þannig að hún minnkar og sífellt fleiri búa við fjárhagslegt óöryggi og við húsnæðisóöryggi og allt svona innviðnir í nærumhverfinu, þú veist, grotna niður, þú veist, Bretlandi bóloka bókasöfnum og þú veist, alls konar svona bara merki það að allt sem er samfélagslegt sé á undanhaldi. Klara Mattei sem var flutt inn í fyrra hélt þetta mjög góðan fyrirlestur og hún stúderaði þessi niðurskurðarstefnuna þegar hún var til, sem var eftir fyrir heimsstyrjöld og hún var til einmitt vegna þess að þá var búið að spandra alveg gríðarlegum fjármunum í stríð og almenningur í Evrópu segir, við erum ekki til í að borga fyrir þetta sko, það þarf að finna einhver aðra leiðir og ekki nóg með það heldur var þetta fólk líka komið með kosningarétt sko, einhverja konur og kallar sem átt ekki neitt og þú veist og fóru að krefist einhver velferðarkerfis og einhver svona réttinda og verkalýðshreyfingin verða til og þá bara kemur upp úr því umhverju sprettur þessi hugmynd að það verði bara að pína almenning með háum vöxtum og niðurskurði hjá opinbera og aga allt og alla inn í eitthvað form til þess að bara vernda sko efnahagsskipanina. Það er sagt að þetta sé til þess að ná jafnvægi á ríkisfjármál en í raun og veru er þetta til þess að vernda efnahagsskipanina. Já, sömuleitt er þetta til þess að draga úr afli almannavaldsins í gegnum ríkisvaldið að skerða möguleika þess til fjárfestinga í grunnkerfum og uppbyggingu í samfélaginu. Það er verið að búa til einhverjum svona kenningar það hversu mikið ríki má skulda og hversu mikill halli má vera tiltekinn tíma til þess að draga úr afli þessa mikla valds sem liggur í ríkinu. Og allt er þetta frekar nýjar hugmyndir. Allt er þetta nýjar hugmyndir, nýlegar. Ég er nú gift sakfræðingi sko, sem minnum ofta það ég held alltaf að flest sem hafi gerst svona síðustu 30 árum sko. En þetta eru mjög nýlegar hugmyndir, sögulega séð sko. Hugmyndinu sjálfstæðan Seðlabanka er bara mjög ný hugmynd. Það er svona frá 1980 það er áður hafði engum dottið það í hug en það er ég meina kannski er hann sjálfstæður hann er náttúrulega að vinna bara inn í svona tiltekna hugmyndastefnu hann er ekki sjálfstæður það. Nei, en hann er sjálfstæður frá lýðræðinu. Þú veist, við getum ekki kosið hann í burtu eða Við getum kosið fólk sem breytir lögum Seðlabanka. Já, við getum það, já. En verkalýðshreyfingin er til þess ekki með kröfur það. Hvað? Að það verði
breytt grunninum undan stefnu Seðlabankans? Nei, ég hef nú meiri áhyggjur sko uppgangi hægri öfgapulagi í heiminum heldur en akkurat þessu skipulagi. Sko, mér langar aðeins að ég var veltað fyrir mig að segja á hann. Mér var svo áhugavert að því við vorum, eins og ég nefni aftur þessa heimsókn til Svíþjóðar, þar sem við hitta norræna kollega, að þá auðvitað voru að spyrja upp og ofan og heyra af niðurstöðu norskra kostninga og þar kemur í ljós að ungt fólk hefði allt kosið sko öfgara hægri flokkinn, alveg svo kom svolítið skýrt fram að unga fólki hefði kosið miðflokkinn og svona, og maður veltir aðeins fyrir sér sko, hvert við erum að fara og svo voru að taka svona stikkpröfur svona hvað umræðan væri og það var einhvern veginn verið að lýsa sko beinagrinda samtali sem var nákvæmlega eins sko Vogue í Svíþjóð og Noregi eins og hér anduðu gagvart innflytjendum auðvitað þau með lengri sög af því og heldur en við en samt að það sé enn svona meira svona verra viðhorf. Ég upplifði að verkalýðshreyfingin þar væri ekkert að pæli transfólki, ég náði einhver svona samtali það var einhvern veginn átt að má sko hver afstaða þeirra væri, þannig að það kannski að þið vitum það sko allavega sænska kvenréttindahreyfingin að hún talar konur með leg og það sé skilgreiningin á konu, þannig að það eru anti-trans en allar þessar hugmyndir, þannig að maður veltir einmitt fyrir sér sko hvernig verða stjórnmál til framtíðar og að því leitinu til að þá kannski þetta mótsvarið að vera með svona frasa sem að tala allavega ekki inn í mitt hjarta, að tala tiltekt okkur álíka, því þú ert að tala inn í hóp sem bara það mótaður af svona hugmyndafræði að aðalatriði sé að borga sér minnst skatta og en gera samt kröfur á móti, þú veist, þannig að þetta einhvern veginn gengur ekki alveg upp. Þannig að ég einhvern veginn aðeins þar, þú er búin að vera eitthvað svona smá svona miðminn að velta fyrir mig hvert við erum að þróast í þessum efnum af því að eins og Halla var að koma inn á áðan að ef þetta einhvern veginn þannig að bakslæði verður í þá átt að við viljum bara að ríki geri sér minnst og hver sér sinna gæfu smiður en þá hefur það enn neikvæðari áhrif á innviðin okkar ef við kjósum þannig fólk yfir okkur. Nei, til þess að lýsa svona vanda okkar tíma að það ekki samkomulag lengur hvernig samfélagið að vera og hvernig það að þróast. Og það myndi ég halda, það myndi vera mjög mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna að það væri eitthvað slíkt samkomulag til þess að geta starfað áfram. Ég meina að verkalýðshreyfingin hafði það á síðustu öld, svona einhverja leiðbeiningar það að við verum að stefna til aukins jafnaðar og við ættum að lyfta upp hinu fátæku og það var svona breiðu línunar, það var tildulega breið sátt það. En núna erum við komin í stöðu það sem ekki sátt það hvernig samfélag okkar eigi að vera. Það ekki þá þörf fyrir verkalýðshreyfinguna að móta það einhverjar hugmyndir, berjast fyrir þeim kannski og líka ef við erum að tala fjárlögi núna og þá stefnu sem að vera raunverulega mótvægi við stjórnvöld. Það sem náttúrulega framundan einhvern veginn svona allavega eins og að blasi við manni svona fyrst og fremst varnarbarátta fyrir því sem við höfum þó áorkað en svo þetta kemur hitt sko hvað á að gera eins og varðandi heilbrigðiskerfið. Sókn er svo besta vörnin. Já, ég nefnilega sammála því sko og ég meina þegar við mátt tekið þetta, ég meina stefna ASÍ og BSRB í grunninn óbreytt frá sko stofnun þeirra og það er alveg áhugavert að lesa kröfurnar frá þeim tíma. Að því með það bara verið að tala heilnæmt húsnæði og það verið að tala heilbrigðisþjónustu fyrir öll og reyndar atvinnustryggingar og þessi atriði að þetta er náttúrulega þú veist, við erum ekki að fara að búa til neitt nýtt þú veist, við eigum þetta í okkar DNA og það er bara og finnum það alveg okkar fólki innan BSRB og ég meina við heyrum það alveg þegar við erum að tala saman okkar á milli en svo veltum maður fyrir sér sko hver er þetta bergmálshellir af því ég er alveg sammála þú veist er þetta samfélagssáttmálinn eða er þetta bara þannig að við heyrum meira af hinnu og erum svolítið bara að bíða eftir ykkur annars stíði fram til þess að tala út frá jöfnuði mennsku og bara þessari samkennd og samstöðu. En þetta fólki sem var út á götum London var að hafna samfélagssáttmálunum og segja að vildu fá landið sitt aftur og eins og að stefna undanfæðinu áratuga hafi eyðilagt landið þeirra. Þannig það er ekki samkomulag til dæmis það er augljóst ekki í Bandaríkjunum en það er að færast yfir til Bretlands og er víða í Evrópu. Það sem er bara ekki samkomulag það sko hvert við að fara með samfélagið og ég er bara að spyrja þessu svona, þetta er svona baráttu tæknileg spurning til verkalýðshreyfingarinnar. Þarf að vera samkomulag, breytt samkomulag, cirka,
hvert við erum að fara, eða það kannski ómúlegt að ná því innan verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þessar hugmyndir eru byrjað að skjóta rótum þar og menn vilja bara fara hingað og þangað. Getur verið hellingað fólki innan verkalýðshreyfingarinnar sem að vill miklu harðari, hvað þetta kallað, útlendingastefnu, anti-woke. Já, mér finnst þessi anti-woke umræðar endur að vera á svona intellectual leveli, sko. Og ég verð ekki inn í mínu félagi þegar ég fer og hitti mitt félagsfólk, þá verð ég ekki vöru að fólk sé að pæli því hver woke og hver ekki woke og hvað það kostar, sko. En hann mér finnst það vera svona innflutt leið til þess að reyna að kljúfa fólk einhverja fylkingar og búa þar til, sko. Já, það var eiginlega punkturinn, þetta innflutta allt. Já, það mjög mikið innflutt af einhverju svona átakalínum, sko. En mín skoðun svo að það risti ekki mjög djúpt meðal fólks. En Tommy Robinson, því þú þekkir nú til í Bretlandi, næstu, má eiginlega segja á seinni árum innfluttur frá Bandaríkjunum. Já. Hann var eiginlega bara búinn til aftur sem fórnarlamb skoðunar kúunar Evrópu af Elon Musk og félögum. Já, og mætir þá sem málfrelsisetja og fólk flikkir sér út á götur. En maður sér það er alveg verið að nýta þetta líka. Ég meina, hann formaður einn stjórnmálaflokk sem héldi fram að allir væri að telja vitlaust og í raun og veru hefði verið 3 milljónir þarna. En allir sko líka skipuleikjendur og aðrir hefði verið að telja vitlaust. Og með einhverju svona hugmyndir demografíuna þarna á samankomin sem að enga myndir rendur stóðmyndir. En sko ég meina, þetta svolítið háfleig spurning hjá þér, sko, sem að held að sé að fara með margar áttir. Ég veit ekki alveg, sko, hvort að það samfélagssáttmáli. Ég tel að þessi talsvert sátt að séu sterk stéttarfélög. Mér finnst fólk vera ánægt með það. Sonja vísaði til þess að sagði að flestir hér á landi vildu aukin jöfnuð og fleira. Hún eiginlega talaði á þann og gekk út frá þessu samfélagssáttmáli eftir því að það væri gildi. Já. Meðan almenning, sko. Kannski eru stjórnvöld að reka samfélagssáttmála nýfrjálshyggju árana. Ég held að hann sé það, en mér finnst þetta vera, og kannski það vitleys í mér, en mér finnst þetta svona, þessi andstæða við hinsegin réttinda allt í hennu, það gera transfólk og eitthvað pínu lítinn minnihlutahóp á einhverjum aðalatriði öllum umræðum, sko. Og útlendingaanduðin. Mér finnst þetta vera svona mál sem búin til af stjórnmálunum, miklu meira heldur en að þetta sé eitthvað svona sem að kraumar undir í meðal fólks og svo brýst upp í gegnum stjórnmálin. En ég hef ekkert fyrir mér í því annað en bara það sem ég sé í kringum mig, sko. En það breytir því ekki að það virkar. Og ef að og þetta bara, maður er náttúrulega að sé þetta víð annars staðar og alltaf svo Ísland sé aðeins og eftir, sko. Ef að þér, eins og núna, fólk búið við hávaxtastefnu í 3 ár, sko. Bara mjög grófa hávaxtastefnu í 3 ár. Ber gríðarlegan kostnað húsnæðislánunum sínum. Ungt fólk, margt bara fer að hugsa, þetta meikar ekki eins og sens að vera að reyna þetta. Og síðan þessi lýsing Landspítalanum sem kom inn áðan, sem bara ríkisendurskoðun setur fram í skýrslu. Erfiðleikar við að komast að því að lækna, minnstu veist ekki alveg hvernig átt að fara að því og það finnst alltaf eins og sért að trufla. Og síðan eru stjórnmálamennirnir líka að segja all kerfiðin séu glötuð og skóliðin glataður. Og svo sett þetta náttúrulega bara útlendingum að kenna. Að auðvitað eru alltaf einhverjur hópar sem eru móttækilegir fyrir þessu. Að því að við viljum náttúrulega bara einfaldar lausnir og aðgerðir til að komast á eitthvað betri stað. En ég bjó í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan var. Það sem að loforðið, sko, og hún var enda mjög áhugaverð þegar þeir sem vildu vera áfram sögðu að það ætti allir að vilja vera áfram og það væri stöðuleiki, sko, sem náttúrulega glataður fyrir fólk sem er búið að lifa allt þetta sem verður að lýsa á hann, sko. Og ég er ekkert hissa á þeim að hafa ákveðið að kjósa frekar kaosið og upplýsnina því að kannski myndi hún leiða til einhvers. Ég vil frekar óvissu heldur en óbreytt ástand, þegar óbreytt ástand tjóna við ekki. En öll loforðin þarna að allt yrði betra í heilbrigðiskerfinu, að skólarnir eru betri og veginni betri, að vera farið úr Evrópusambandinu og til að ná stjórn á landamærunum og það kem ekki, og vera herðið einhverju reglur og makar með ekki koma eitthvað. Ég meina, kerfin eru verið nokkru sinni, sko. Þannig að þessi loforð þetta eru svikalofurð og þau eru, þetta eru svolítið ljótur leikur, sko, en hann hefur virkað annars staðar og kannski mun að virka hér, en ég vona að við
og minnst ekkit gaman að vera í þessari stöðu sem við erum í og upplifa það að maður þurfi bara að fara í varnarbaráttu, en ég veit hins vegar að stöndug og góð stéttarfélög eru lykil þáttur í að verjast þessu og við munum gera það sem í okkar valdi stendur til þess að gera það. Þetta áhugavert fjölræfni, kannski finn ég leið til þess að fjallumynda sem eiginlega staða verkalýðshreyfingarinnar á tímum pólitískrar upplausnar og ég meina við erum komin inn í þann tíma, það bara hannig. Eiríkur Bergmann talar ofta verið löngu komin inn í tíma hinna populísku stjórnmála og stjórnmál eftirstríðsárinu eru farin. Þannig að mér finnst fullt tilefni fyrir að velta því fyrir sér hvort að til dæmis grundvöllur sem BSRB og ASÍ voru mynduð á fyrir löngu síðan, hvort að við þurfum að endurskoða hann, hvort að þurfum að leita að einhverju breiðari sátt og samstöðu með það hvert við ætlum að fara með afl þessara félaga. Ég held að þeir séu dæmt til svona dýpri pólitíska vangavelna heldur margir forverar ykkar. Ég nefnilega, þú veist, ég held að sko barátta og kjarnin í verkalýðshreyfingunni sem betur fyrir bara sígilt, eða skilur, þessar hugsunir þar breytast ekkert. Ég meina BSRB stofna, það eru nokkuð stéttarfélög og opinberum vinnumarkað sem ákvað að taka höndum saman út af því að það er dýrtíð. Og þau vilja bregðast við því. Og þú veist, ef maður lesi við stefnundar okkar, að þá þetta eru sömu grunnatriðin og sömu setningarnar og svo maður fyrir Norðurlandana og sömuleiðis í Evrópu og alþjóðlega. Líka í löndum þar sem nánast ekki, þú veist, þeir innræðis ekki í grunninn eða ekki lýðræðislegar kosningar og ekkert velferðarkerfi, þú veist. Þá hugsjónin alltaf svo sama. Og einhvern tímann hefur það nefnt að, að verkalýðshreyfingin sé einn stærsta friðarhreyfingi heimi, þú veist að þetta snýst samstöðuna. Þannig að en einmitt ástæðan fyrir ég var einhvern veginn að brydda upp á þessu að bæði erum við með þetta út frá sem var ekki eftir fyrstu kosningar Trumps, þú veist, okkur hann hefði verið kosinn og var þetta að mætti ekki skilja neitt eftir, þú veist, að talaði inn í fólk og en núna erum við líka með algoritma og gervigreind og þessa risa, þú veist, sem að eiga þessi tæknifyrirtæki sem einhvern veginn að grafa undan lýðræðinu og það er svona ný vitt inn í þessu. Þú veist, þannig hverjir eru straumarnir? Er þetta einn og sami straumurinn? Já, við sjáum það rannsóknum, bara uppgangur hægri öfgaafla sem er að hafa áhrif, en ef að viðhorf yngri kynslóðarinnar bara er allt annað en okkar, af því að þeirra veruleiki en allt annað heldur en við bara vitum og skynjum og við fullorðna fólki sem erum ekki, þú veist, á sömu lendum og þau á netinu, að við hefum ekki einu svona, þú veist, getum ekki spurt réttu spurningana til þess að draga allavega fram viðhorfið og reyna að ögra því sem þau eru einhvern veginn búin að innbyrða. Þú veist, það er eiginlega það sem ég er einhvern veginn er þessa dagana. En svo kom í ljós í síðustu viku þegar fólk á ykkar aldri og mínum aldri vissi ekki hvað Shelly-Kirk var, en spurðu svo drengina sína sem kom út úr unglingaherberginu og vissu allt henn. Já, eða þættirnar adolescence, eða þú veist, þetta er bara að koma stöðugt meira og meira fram. Þú veist, að þeirra veruleiki, bara svona þeirra hugmyndir eru náttúrulega bara mjög mótaðar af ýmsu sem að við höldum þú veist, að bara búið að vera að mæta með börnina í gleðugönguna ár eftir ár og alls konar varandi hinsegin fólk og svo allt komin andu í gagnvart þeim hópi og transfólki sem er líka, þú veist, við vorum einhvern veginn eftir löginu kynnan sjálfur, við vorum búin eiginlega með þetta, eða þú veist, við erum bara að fara aftur á bak og hvað erum við þá að fara að gera? Og við erum búin að benda á verkalýðshreyfingin saman út frá rannsóknum Vörðu og fleiri rannsóknum að vinnu atvinnuþátttaka innflytjenda er meiri heldur en Íslendinga þannig að þessi hugmyndum að þau séu einhvern veginn komin inn til þess að liggja á kerfinu er alröng. Það er náttúrulega einkenni á þessu tíma líka en að populísku stjórnmála skiptir engum máli hvað er satt. Nei. Og það er bara hver hefur afli til þess að koma sinni útgáfu í gegn. Ég ætla að segja verkalýðshreyfinguna, hún er óbúslega sterk og glæsileg á Íslandi og ég er mjög stolt af því að tilheyra henni og bara fá að starfa innan hennar, mér finnst það bara frábært. En ég hef aldrei verið í hreyfingu sem rífst eins mikið það sem hún er sammála eins og verkalýðshreyfingunni. Maður getur setið á 3 tíma fundum, það sem er lesið í manni eitthvað sem allir eru sammála eins og ágreiningurinn sé þar inni og ég vil búin til ef færi gefst og ég reyni það bara alltaf að minna mig á að þessi hreyfing hefur náð ótrúlegum árangri fyrir Íslands samfélag þrátt fyrir og kannski stundum vegna allra þessara átaka
En ef að það fara í gulu miða stefnu með að fundi með verkalýðshreyfingunni samfélagssáttmála held ég nenni því ekki sko. Ég held að ég muni reyna að gera eitthvað annað þannig. Ég alltaf í gulu með að bransa með mínu fólki í forgásuðuna því við getum ekki að tala allt. Þú veist, við þurfum að tala eitthvað 1-30 í einu og við náum einhvern veginn alltaf að rýma þetta upp sem ég mjög stolt af. Kannski einhver kúltúrmunur. Sonja og Halla, takk fyrir að koma hingað að tala fjárlög og hvernig við getum rætt saman samfélagssáttmála því að einhvern veginn alveg ljóst að samfélagssáttmálinn fallinn með einhverjum hætti. Kannski verður aldrei til eitthvað svona, kannski verður það bara góðsögn. Ég held að samfélagssáttmálinn sé þarna, það bara verið, þú veist, það kannski að kjarnast úr hópnum. Það ekki meira þannig? Herðu, kæra þakki fyrir að koma, Sonja og Halla. Takk svo leiðis. Takk fyrir. Og við ætlum að halda hérna áfram að ræða samfélag okkar og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is